Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 7. október 2015. Áður en við göngum til formlegrar dagskrár skulum við minnast tveggja borgarfulltrúa sem létust nýverið. Fyrst minnumst við Jónu Gróu Sigurðardóttur, fyrrverandi borgarfulltrúa sem lést þann 17. september síðastliðinn. Jóna Gróa fæddist í Reykjavík þann 18. mars 1935. Hún lauk verslunarprófi frá Verslunarskóla Íslands, stundaði píanónám við Tónlistarskólann í Reykjavík og lærði frönsku hjá Alliance Française í Reykjavík og í París. Jóna Gróa tók virkan þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins langt skeið og gegndi fyrir hann margvíslegum trúnaðarstörfum. Hún var í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins frá árunum 1982 til ársins 2002 og þar af var hún borgarfulltrúi árið 1986 til 1990 og aftur 1994 til 2002. Á þessum tíma sat Jóna Gróa í fjölmörgum ráðum, nefndum og stjórnum, lengst þó í atvinnumálanefnd, stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og byggingarnefnd aldraðra. Jóna Gróa var gift Guðmundi Jónssyni vélfræðingi, þau áttu 4 börn saman en fyrir átti Guðmundur 1 son. Fyrir hönd borgarstjórnar sendi ég fjölskyldu og vinum Jónu Gróu innilegar samúðarkveðjur og þakka fyrir framlag hennar í þágu borgarinnar. Þá skulum við minnast Kristjáns Benediktssonar, fyrrverandi borgarfulltrúa sem lést þann 1. október síðastliðinn. Kristján fæddist í Reykjavík þann 12. janúar 1923. Hann sat fyrir hönd Framsóknarflokksins í borgarstjórn frá 1962 til 1986 og gegndi meðal annars embætti formanns fræðsluráðs, formanns borgarráðs og forseta borgarstjórnar. Kristján var kennari og starfaði sem slíkur á Vestfjörðum og í Reykjavík. Hann var framkvæmdastjóri Tímans og framkvæmdastjóri þingflokks Framsóknarflokksins. Kristján var giftur Svanlaugu Ermenreksdóttur kennara og þau áttu saman 4 börn. Fyrir hönd borgarstjórnar sendi ég fjölskyldu og vinum Kristjáns innilegar samúðarkveðjur og þakka fyrir hans framlag í þágu borgarinnar. Og að þessu sögðu bið ég borgarstjórn að rísa úr sætum og minnast þeirra Jónu Gróu og Kristjáns. Takk fyrir. Þá göngum við til formlegrar dagskrár, þar sem að fyrst á dagskrá hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2015 til 2020 og fyrstur til máls tekur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Árið 2020 þá ættum við að geta hjólað ekki alveg hindrunarlaust en mjög greiðlega 4,7 km leið frá Elliðaárdal og að Snorrabraut, einnig 7 km leið meðfram Miklubraut og Hringbraut frá Elliðaárdal og að Ánanaustum. Sömuleiðis hjólarhraðbrautina meðfram Suðurlandsbraut alveg inn að Elliðaárdal frá Katrínartúni. Og þetta eru svona 3 mjög langar austur-vesturleiðir en norður-suðurleiðir munu liggja meðfram Kringlumýrarbraut, Háaleitisbraut og Grensásvegi og það verður líka talsverður munur að hjóla í Elliðaárdalnum. Það ætti að verða minna núninga og árekstra eins og nú hefur heyrst því að þá koma hvorki meira en minna en 2 brýr yfir Elliðaárnar. Það bætast við brýrnar sem eru þegar komnar við Elliðaárósa. Það er annars vegar brú gegnt gömlu rafstöðinni og svo hins vegar hjólabrú upp við Breiðholtsbraut þar sem heitir Dimma. Þetta verða það bil 30 kilometrar af hjólaleiðum og það mætti spyrja sig hversu mikilvægt þetta. Ég ætla ekki að fara að rekja það í löngu máli, það verður rætt mjög oft það, en það má þó geta þess að í ferðavenjukönnun frá 2014 þá komu ljós að tæplega 57.000 Reykvíkingar stunda hjólreiðar, hvorki meira né minna, og rúmlega 9.000 hjóla allt árið, líka á veturna.
Þannig að það til mikils að vinna. Hjólreiðar eru stundaðar á stórum hluta Reykvíkinga, sumir stundaðar mjög mikið daglega og aðrir minna en ótrúlega margir eitthvað allt árið. Og það þarf heldur ekki að fara mörgum orðum þá miklu hjólabylgju sem að ríður núna yfir heimsbyggðina alla. Það er alveg sama í hvaða borg maður kemur til, hvort sem að það er austanhafs eða vestan, að það er gríðarlega mikill áhugi á hjólreiðum og þess vegna eru borgirnar allstaðar, liggur mér við að segja, að keppast við að bæta og stórbæta aðstæður hjólreiðafólks. Það ásamt almenningssamgöngum og betri aðstæðum fyrir fótgangandi vegfarendur eru kannski stóru verkefnin í flestum borgum næstu árin. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti þann 7. október 2014 að skipa starfshóp til að endurskoða hjólreiðaáætlun borgarinnar. Hlutverk hópsins var að endurskoða áætlunina frá 2010, þá metnaðarfulla áætlun, með það að markmiði að fara yfir fyrirliggjandi framkvæmdaáætlanir og gera aðgerðaráætlun til að fylgja árangrinum eftir og gera hjólreiðum enn hærra undir höfði í Reykjavík. Í starfshópnum sátu Hjálmar Sveinsson, sá sem hér talar og var formaður, Magnea Guðmundsdóttir, Sóley Tómasdóttir, Áslauga María Friðriksdóttir, Sigurður Ingi Jónsson og Þórgnir Thoroddsen. En með hópnum störfuðu Björg Helgadóttir, Hildur Gunnlaugsdóttir, Ólafur Bjarnason og Kristinn J. Eysteinsson, verkefnisstjóri, en starfsmenn á umhverfis- og skipulagssviði, þetta voru starfsmenn á umhverfis- og skipulagssviði, en Ólöf Kristjánsdóttir og Þorsteinn R. Hermannsson, verkfræðingar hjá verkfræðistofunni Mannviti, komu að gerð þessarar áætlunar sem að liggur nú frammi fyrir þessum fundi. Og rétt til að rifja það upp að þá voru helstu verkefni starfshópsins samkvæmt erindisbréfi: 1. Að beina enn frekar sjónum að aðstæðum til að nota hjól til ferða til og frá skóla, kortleggja aðstöðu fyrir hjólreiðafólk í og við skólabyggingar og gera tillögur og úrbótum. Númer 2. Gera átak til að kynna möguleika borgarbúa á hjólreiðum sem samgönguvalkosti. 3. Fjölga hjólastæðum, hjólamerkingum og bæta við sýnileika aðgerðum svo sem skiltum við hjólastíga. 4. Fjalla stöðu og sýnileika hjólreiða í stjórnkerfinu. 5. Skilgreina aðgerðir til að fá atvinnulífið og stóra vinnustæði í lið með borginni með því að hvetja starfsmenn og stjórnendur til að hjóla til og frá vinnu. Og 6. Samhliða endurskoðuninni þá er lagt mat á stöðu hjólreiða sem samgöngumát og skilgreind mælanleg markmið sem að fylgt yrði eftir á 1 til 2 ára fresti. Ef við förum aðeins yfir markmiðin hér sem eru skilgreind í áætluninni og síðan helstu aðgerðir, að þá er það algjörlega í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar að efla vistvæna ferðamáta, en það eru þetta eitt af meginmarkmiðum hjólreiðaáætlunarinnar 2015 til 2020 eins og hann heitir. Það er að auka hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum í borginni, því að slíkt er hagkvæmt, það hefur góð áhrif á umhverfi, lýðheilsu og lífsgæði og skapar enn betri borg. Forsenda fyrir aukinni hlutdeild hjólreiða í Reykjavík er góð aðstaða. Hún skal vera þannig úr garði gerð að hún hvetji borgarbúa til að sinna erindum sínum á reiðhjólum jafnframt því að njóta útivistar og þannig séu hjólreiðar raunhæfur og ákjósanlegur kostur og gefi möguleika á fjölbreytni í ferðamátavali fólks eftir aðstæðum hverju sinni. En hjólreiðakerfið það skal byggt upp af vönduðum lausnum sem að taka mið af bestu fáanlegu þekkingu og taka mið af fjölbreytileika fólk sem hjólar og tilgangi hjólreiða.
Þarna var ég, forseti, að lesa örstutt upp úr áætluninni eins og hún liggur fyrir. Og ég ætla aðeins að nefna líka hér með leyfi forseta helstu mælanlegu markmiðin eins og við gátum áðan, og þá var það markmið númer 1, mælanlegt markmið númer 1, og það það að hlutdeild hjólandi í öllum ferðum í Reykjavík verða minnst að kosti 6% árið 2017 og 6,5% 2020. Og hlutdeild gangandi og hjólandi í öllum ferðum í Reykjavík verði að minnst að kosti 25% árið 2017 og 26% 2020. Ef ég man rétt var það samkvæmt fyrirnefndri ferðavinnukönnun frá árinu 2014 23%. Þetta þýðir að það ekki verið að taka nein risastökk, og enda var það álit þeirra sem að unnu að þessu að það væri betra að setja þessu raunhæf markmið til þess að vera nokkuð öruggur að ná þeim. Betra að setja sér markmið sem að nokkuð öruggt að hægt sé að ná heldur en að setja sér markmið sem að ekki alveg víst að takist að ná. Mælanlegt markmið númer 2, hlutfall hjólaleiða af heildarstígakerfinu sem eru aðgreindar frá bílum og gangandi verði 6% árið 2017 og 8% 2020, og það má segja að þarna sé talað beint inn í umræðu sem hefur verið með áberandi undanfarna vikur og mánuði, því að hjólandi fólki hefur fjölgað mjög mikið. Og þar sem að stígar gangandi og hlaupandi og hjólandi á fjölförnum stöðum liggja saman eða eru sameiginlegar, að þar hefur stundum komið til núnings og jafnvel árekstrar. Þannig að það mjög æskilegt markmið að fjölga sérstaklega aðgreindum stígum. Þó það ekki megin markmið að hjólastígar og stígar fyrir gangandi og hlaupandi séu allstaðar aðgreindir, því að það fullkomlega eðlilegt að þeir séu mjög víða sameiginlegir. Og þá fylgt þeirri kannski megin reglu umferðarinnar eða umferðarskipulag sem að við fylgjum í dag, og það það að stígar og götur eiga að vera farvegir fyrir sem flesta ferðamáta. Mælanlegt markmið númer 3 það að árið 2020 verði hjólastæði við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar fyrir 20% af nemendum og starfsfólki, og hafin verði markviss vinna að því að helmingur hjólastæði við grunnskóla verði yfirbyggður. Mælanlegt markmið númer 4 að gerð verði könnun og öryggistilfinningu viðhorfi fólks til hjólreiða á árinu 2017 og stefnt að jákvæðri þróun á báðum þáttum í könnun árið 2020. Og þetta mælanlega markmið númer 4, það rímar við markmiði númer 2 sem ég gat áðan að hafa fleiri aðgreinda hjólastíga. Af því að það hefur komið í ljós í reynslu hér á landi og annar staðar og í rannsóknum að ein besta leiðin til að fá fjölbreyttari hópa til að fara út að hjóla að auka öryggistilfinningu þeirra sem að hjóla. Og það auðvitað best gert, auðvitað bara með sem bestum hjólastígum, sem öruggustum hjólastígum og þá aðgreindum hjólastígum þar sem að það á við. Því að það hefur komið í ljós, og það kom meðal annars í ljós í könnun sem var gerð meðan þessi vinna átti sér stað, að þó að hjólafólki hafi fjölgað hér í Reykjavík gríðarlega mikið, sem ekkert nema bara frábært undanfarin ár, að þá það dálítið einsleitur hópur, eða við getum sagt að dálítið stór hluti þeirra sem að hjóla eru dálítið einsleitur hópur. Það eru tiltölulega ungir karlmenn sem eru vel á sig komnir og hafa efni á dýrum græjum, og hjólamennskan verður í þeim skilningi örlítið einsleit að það ber mikið á kappaksturs hjólum og æfingum, og það vantar kannski aðeins fleira í þessa
í þennan hóp hjólreiðafólks og þá eru það helst samgöngu hjólreiðar þar sem að fólk hjólar einfaldlega í svonum borgaralegu klæðum í og úr vinnu eða í og úr skóla. Hjólreiðaáætlunin ætti að hjálpa okkur til þess að auka hlutdeild þeirra. En það er rétt að taka það fram að allt snýst þetta að auka valkosti í fararmátum og ferðamátum í borginni. Það á ekki þvinga einn eða neitt til eins eða neins, heldur einfaldlega að gefa þeim kost á því að hjóla sem að vilja gjarnan gera það. Það hefur komið í ljós í skoðanakönnunum í mörgum stórum vinnustöðum að það eru fleiri sem að fara allra sinna ferða á bílum meðal annars í úr vinnu vegna þess að þeir annaðhvort treysta sér ekki til að hjóla eða telja sig einhverju hluta vegna ekki geta en myndu gjarnan vilja gera það væru aðstæður betri og það er einmitt eitt af megin markmiðum þessara hjólreiðaáætlunar að gera aðstæður betri fyrir þá sem að vilja hjóla. Þeir sem að vilja alls ekki hjóla heldur fara aðra leiðir, til dæmis á svonum bílum, geta líka fagnað því að það minnkar talsvert álagið á götunum ef að það fjölgar í hópi þeirra sem að hjóla. Ég ætla aðeins að nefna hérna nokkrar aðgerðir til þess að ná þessum markmiðum og ég er nú þegar búin að nefna raunar eina megin aðgerð sem er uppbygging hjólaleiðina og ég nefndi hér helstu leiðirnar hérna áðan og það er allt líka í góðu samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur. Aðgerð númer 2 í hjólreiðaáætluninni snýst ekki fjölgun hjólaleiða heldur fjölgun hjólastæða og þá kom reyndar fram í máli mínu áðan að það er stefnt að því að heildarfjöldi hjólastæða við grunnskóla aukist verulega, líka við opinbera staði eins og til að mynda sundstaði. Það er sérstök áhersla í þessari hjólreiðaáætlun lögð á auknar hjólreiðar barna og unglinga. Það er lagt til að farið verði átaksverkefni til að fjölga þeim sem að hjóla í skóla og í frístundastarf. Það er stungið upp á því að umferðarslangan svokallaða sem kallast Traffic Snake Game eða aðra viðurkennda leiðir verði til þess að hvetja grunnskólanema til virkara samgangna og að þetta verði innleitt í allavega 5 til 10 grunnskóla í Reykjavík haustið 2016 samhliða áðurnefndri fjölgun hjólastæða. Og að árið 2020 verði allir grunnskólar Reykjavíkur orðnir þáttakendur í átaksverkefninu og það síðan endurtekið á hverju hausti. En hópurinn studdist meðal annars við mjög góða skýrslu frá skóla- og frístundaráði sem að það var skipaður starfshópur árið 2013 til að móta stefnu skóla- og frístundasviðs hjólreiðar barna og unglinga og þar kom margt mjög forvitnilegt fram, meðal annars að bílaumferð í kringum skóla er vandamál í Reykjavík og skapar oft hættu fyrir börnin. Það sem verið að skutla börnunum í skólan og það kom líka fram að samkvæmt könnunum, danskri könnun meðal annars, að þá gera það börnunum mjög gott að annaðhvort að ganga eða hlaupa í skólan. Það gerir þau virkari nemendur meðan á skólatímanum stendur. Og það mældist meira segja í einni könnuninni að þeir nemendur sem að kæmu gangandi eða hjólandi næðu betri árangur að meðaltali en þeir sem að gera það ekki. Þannig að það má segja að það sé til mikils að vinna í þessu starfi. Aðgerð 4 kallast fjölgun þeirra sem að hjóla til vinnu. Og það hvatt til þess að Reykjavíkurborg starfi með aðilum á vinnumarkaði til að fjölga þeim sem að hjóla í úr vinnu og það verði lögð áhersla á að kynna fyrirtækjum og einstaklingum ávinning beggja aðila af auknum hjólreiðum og jákvæðum áhrifum samgöngusamninga.
Og kemur líka fram að það lögð áherslu á það að það mikilvægt að Reykjavík geri samgöngusamninga við sína starfsmenn til þess að ná fram þeim markmiðum að fjölga þeim sem að nota vistvænar samgöngur í og úr vinnu. Aðgerð 5 snýr lykilleiðir eða samræmdar leiðir milli sveitarfélagana. Það líka mjög mikilvæg aðgerð að þeir sem að hjóla hér milli sveitarfélaga séu fljótir að finna samræmdar leiðir þar sem að stendur hversu langar þær eru. Það getur verið fjólubláa leiðin, gula leiðin, græna leiðin og það stendur öllum tilvikum þessi leið 18 km og þessi 22 og þú getur leið úr Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavog og Reykjavík. Þannig að þetta mjög mikilvæg samræmingar aðgerð í taktu það sem að víða þekkist erlendis, það sem að fólk að hjóla á milli hverfa og á milli sveitarfélaga. Ein aðgerð í viðbót fjallar samþættingu hjólreið og almenningssamgangna og hún á að auðvelda farþegum almenningssamgangna að fara fyrst eða síðasta spölinn á hjóli og fyrir árið 2020 að þá skuli vera komin yfirbyggð hjólastæði við skiptistöðir í Mjódd, Ártúni og við Spöng og við uppbyggingu nýrrar samgöngumiðstöðvar að þá verði sérstaklega hugað að góðri aðstöðu fyrir reiðhjól. Að gefnu tilefni líka í einni aðgerðinni, það aðgerð 7, að þá áherslu á viðhald og vetrarþjónustu. Það ekki nóg að leggja hjólastiga, það þarf líka að halda þeim við. Það þarf að ryðja þá á veturna, bera möl á þá og síðan sópa þá á vorin svo eitthvað sé nefnt. Þannig að það mjög mikilvægt að þetta allt sé haft í huga. Það rekstrarkostnaður sem að felst í lagningu hjólastiga. Þó að það sé miklu mun minna heldur en almennt í varðandi lagningu gatna fyrir bílaumferð því það slitið miklu meira. Aðgerð 8, hún snýst lýsingu, hún snýst það að það skuli staðla lýsingu á hjólreiðastígum og svo lýsing, það verði sem sagt búin til staðlar sem að verður þá nauðsynlegt að uppfylla í öllu hjólreiðakerfinu með vandari lýsingu sem að tekur þó alltaf mið af umhverfinu til að mynda þeir hjólað út úr bænum og út á milli sveitarfélaga þar sem að maður komin út í náttúruna að þá getur æskilegt að hafa ekki stöðuga lýsingu heldur nema á ljósunum sem að nema hinn hjólandi og kveikna þá á þeirri lýsingum leið og hjólaði framhjá. Og svo mikilvægt líka, það aðgerð 9, það samstarf lög og reglugerðir sem að viðkoma hjólreiðum í borginni og það líka eitt af lykilatriðum til að efla hjólreiðar. Það hjólaleigur, deilikerfi og vinnustaðurinn Reykjavíkurborg sem ég gat áðan en forseti ætlar ekki að leyfa mér að halda áfram, ég sprungið með tímann. Þannig að ég verð þá að koma hér upp aftur af því að ég þykist vita að margir vilji vita kostnaðarmat á öllu saman og meiri fróðleik og þá verður það kynnt hér rétt og eftir. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu að sinni. Og þá tekur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi næst til máls. Forseti og borgarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að halda áfram með ræðan hans borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar. Þú hefur svo sem alveg getað það ef ég hefði vitað að þú myndir ekki klára á tíma. En ég ætla bara að þakka fyrir þessa áætlun sem hér liggur fyrir og ég held að þetta sé bara nokkuð gott starf sem að unnið hefur verið við að svona marka áfram þá stefnu sem við ætlum að taka í hjólreiðunum. Þetta svona stutt stefna, hún meira þess að svo stutt og skýr að ég hugsa bara margir nenni að lesa hana meira þess að. Þetta eru 4 markmið og 11 aðgerðir
og svona tiltölulega einfalt að skilja hvert við erum að fara með þetta. Svo auðvitað ber hún svona svolítið með sér að við erum að kynnast hjólreiðunum betur. Við erum að skilja, sko, það ekki allir hjólreiðamenn eins. Þeir hafa ólíka þarfir, það kemur strax fram þegar við skoðum börnin. Strákarnir fara miklu meira á hjólum heldur stelpurnar og skoður eru ferðavenjukönnunin skoðuð. Og eins virðist, sko, sterkasti hjólreiðahópurinn vera ungir karlmenn eins og Hjálmar Sveins og Borgarfulltrúi komið inn á áðan. Þetta auðvitað eitthvað sem að þarf að fylgjast með og sett á hérna nýtt inn í þessa í þessa áætlun sem flott og ég held að sé mikilvægt að við fylgjumst einmitt með þessu því að þetta getur auðvitað haft áhrif á það hvernig við munum svo leggja stígana, munum við svona halda áfram að vera meðfram stórum götum eða erum við að fara inn í hverfin þar sem eru svona verndaðri svæði til að hjóla og fólk að hjóla þá meira inn í gróðri og ekki í eins mikill umferð. Þú veist, hvað vill maður, við fundum strax í hópnum að þegar við fórum að spjalla, sko, við bara hjóluðum ólíkt. Og svo þegar maður fyrir að skoða þetta, þá það auðvitað þannig að það þarf að fara að taka og skoða þessa hópa og greina það og finna svolítið út hverja þarfir þeirra eru. Eitt sem nefnt hér og kannski sem ekki í þessari áætlun, það kannski hvernig stíga við ætlum að leggja. En það tekið sérst í öðru skjali sem heitir, held ég, hönnun fyrir reiðhjól og verður endurskoðað í áframhaldi samþykkta þessara áætlunar. En þar eru líka teknir fyrir mikilvægir hlutir eins og bara hvernig leggjum við hjólastíga? Leggjum við á beggja megin sömu götunar? Á að vera einstefna eða höfum við á sama stignum, erum við að mætast á sama stignum, tvístefna og alls konar svona hlutir sem ég held að sé farið að verða virkilega aðkallandi ef við förum að skoða því að sko við erum auðvitað bæði með mikið hraða og ekki og svo auðvitað bara verðum við að hafa þessi hönnunargildi svona vel unnin þegar við förum að stað að leggja stígana. Ég ætla nú ekkert að hafa þetta neitt lengra, bara þakka kærlega fyrir vinnuna og þetta auðvitað eitthvað sem að full pólitísk sátt þetta hér í salnum og já, það engar athugasemdir héðan. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og ágætu borgarfulltrúar. Þegar 7. október í fyrra þegar var samþykkt að fara í þessa endurskoðun á hjólreiðaáætlun að þá lét ég bóka það að ég teldi ekki þörf á því að vera að fara í þessa vinnu á þessum tímapunkti af því að það lá fyrir mjög metnaðarfull áætlun frá 2010 til 2015 sem var ekki að fullu leiti var ekki búið að markmiðum hennar hafði ekki verið náð. Þannig að ég sá svona fyrir mér að það hefði verið eðlilegt í staðinn fyrir að eyða tíma kjörinna fulltrúa og allra þeirra embættismanna sem að þessu komu í að fara af stað með þessa vinnu að fresta henni. En engu að síður var farið í hana og við stöndum hér uppi með svo sem ágætisplagg sem að uppfyllir að miklu leyti þær væntingar og markmið sem sett eru fram í aðalskipulagi Reykjavíkur til árið 2030. En engu að síður að þá bæði eru ágætis áætlanir þarna inni og hvernig að mæla það og hvernig að finna leiðir til þess að sjá að þetta gangi allt saman eftir. Við stöndum samt sko einhvern veginn frammi fyrir því að samkvæmt frétt sem að birtist núna helgina inn á Morgunblaðinu að þá var í september á þessu ári sett nýtt met í umferðin á höfuðborgarsvæðinu.
þar sem að það fóru alls 1.000.000 ökutæki yfir 3 mælisnið vegagerðin á einni viku, eða samtals 4,5 milljónir ökutæki í september. Ég samt sem áður mjög hlynnt því að fólk hjóli, sérstaklega út í guðsgræti náttúrunni, en það nú ekki alltaf, við getum ekki alltaf treyst á rok í Reykjavík sem að feykir allri menguninni í burtu og þannig að það töluvert áhætta að velja sér þennan lífstíl með því bara að vera innöndun á þeim úrgangsefnum sem í loftinu. En ég engin sérfræðingur í þessari hjólreiða áætlun, þó sem ég sé búin að lesa hana og satt ekki fundi hennar. En mér finnst það samt sem áður, ég ætla að hrósa þeim sem að þessari vinnu komu, af því það alveg ljóst að þeir hafa haft metnað og þeir hafa haft framtíðarsýn og hafa mikla væntingar það að gera Reykjavíkurborg að hjólreiðaborg. Og það vel og ég ætla ekki að gera lítið úr því. En ég hlakka til þess að hlusta hérna eftir á borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson koma upp og fara yfir framkvæmdahliðina og kostnaðarliðina sem við nú einhver leyti búin að kynna okkur líka. En það breytir því ekki að þó svo að það sé þverpólitísk sátt það við viljum sjá Reykjavík sem hjólaborg í óskilgreindri framtíð. Að þá fjárhag borgarinnar þannig háttað í dag að við komum til með, hvort sem okkur líka betur að vera, að þurfa að setja þessa áætlun og margar aðrar áætlanir á bið eða seinka framkvæmdira á meðan að við erum ekki að ná að sinna grunnþjónustu, það að segja lögbundnu hlutverki sveitarfélaga til grunnþjónustu og almennlegu viðhaldi fasteigna og þar með tali gatna í borginni. Þetta mitt innlegginn í umræðuna. Hjólreiðaáætlun falleg, hún fín, hún vel unnin og það allir þökk sem hafa komið að henni, en peningarnir ekki til þess að framfylgja henni. Hugur fylgir mála einhverju leyti og þetta spurning hugafar, en við verðum núna, þegar við erum að fara að leggja fram fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar á næstu dögum og vikum, að forgangsraða fjármunum í þágu grunnþjónustunnar. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Nei. Forseti, ég held að hann hefði óskað eftir því að koma aftur í pontu, en hann gerir það síðar. Þá það Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, sem næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil koma hingað upp til þess að lýsa yfir eindreginni ánægju minni með þessa áætlun og hrósa öllum þeim sem komu að gerð hennar. Mér sýnist hún taka á mjög mörgum atriðum, ef ekki flestum, sem geta orðið til þess að bæta aðstæður hjólandi í Reykjavík og þar með auðvitað að hugsanlega fjölga þeim sem nota hjólið sem samgöngumáta. Ég held það löngu orðið almennt viðurkennt og rauninni bara hluti af alþjóðlegri þróun að borgir bjóði þegnum sínum fjölbreytilega leiðir til þess að ferðast og það má alveg fara rök fyrir því að Reykjavík sem byggðist upp mjög hratt, nánast eins og sumir sögðu gullgrafara bær í villta vestrinu, að þar hefur ekki verið hugsað nægilega vel fyrir þessum þörfum. Það hefur breyst mjög mikið á undanförnum áratugum. Það eru þrír svona megin áfangar sem dettur í hug þegar við tölum bættar aðstæður hjólreiðafólks í borginni. Það má segja að þetta komist að hjá pólitíkinni og hjá skipulagsyfirvöldum í borginni á 9. áratugi síðustu aldar. Það var samþykkt 1986 stórt verkefni uppbygging göngu- og hjólreiðastíga í Reykjavík, þar sem það voru auðvitað stígar sem sagt á mörgum stöðum áður sem gott var að hjóla eftir, en þar var svona kannski fyrsta sinnhyggja með kerfisbundnum hætti farið að skipuleggja borgina
tengja saman stíga og laga þá þannig að þeir gætu henta til hjólreiða, en það var svona undir formerkjunum að þetta verið göngu- og hjólreiða stígar. Og síðan, og svo uppbygging stóð yfir í mörg ár, síðan, og ég myndi segja með þeirri uppbyggingu þá hefur svona skilningur aukist á þörfum hjólreiðamanna í Reykjavík, þráttur að þeir var ekki mjög margir. Og auðvitað var litið til þess að við uppbygginguna að þetta var ekki bara samgöngukostur borgarbúa, það var auðvitað líka litið til þess að þetta hjólsinn sem kannski flestir notuðu á þeim tíma sem heilsuræktartækis aðallega á sumrin eða þegar veður var gott. Auðvitað bara ágætt sjálfu sér. Nú, en eftir þetta þá held ég að þetta hafi smá saman aðstæður hjólreiðamanna farið batnandi. Mér fannst þó, ég veit að þeir sem báru hag hjólreiðamanna fyrir brjósti, þetta var nú fyrir mína tíð í borgarstjórn, tekað fram að þeir sögðu mig frá því að það hefði verið vantað vissuleyti skilning í kerfinu hjá skipulagsmönnunum í kerfinu og kannski þeim aðilum út í bæ sem unnu skipulag fyrir borgina. En þetta fór smá saman batnandi og svo man ég eftir því að ég kom að gerð umferðaröryggisáætlunar fyrir Reykjavík 2020-2007 og þá var sett inn þar ákvæði sem okkur sem vorum þeirri vinnu fannst vera tímamóta ákvæði, þar sem var kveðið á það að við hönnun nýrra gatna og endurgerð gamalla þá yrði leitast við að leggja sérmerktar hjólarinnar milli götu og gangstéttar þar sem aðstæður leyfa. Þetta þótti vera mikið tímamóta ákvæði og það var vísað til þessari vinnu að þarna hefðu menn í huga borgir sem hefur tekist hvað best upp í hjólreiðunum sem eru Kaupmannahöfn og Amsterdam til dæmis, og fyrirmyndin var svolítið sótt þangað en þessar borgir höfðu þá náð góðum árangri við að koma hjólareinum í gamlar götur og jafnvel við að gert það án þess að þrengja annarri umferð. Og svo að sjálfsögðu þegar það var ræðið þessum borgum að þurfti að skipuleggja nýjar götur, þá var yfirleitt alltaf tekið ríkt tillit til hjólandi vegfarenda með því að setja svona hjólarinnar rauðar eða grænar eða bláar sem voru þá sérmerktar milli götu og gangstéttar. Og síðan kannski þriðja skrefið sem vert að minnast á, það þegar borgarstjórn samþykkir hjólreiðaáætlun 2010 og samþykkir það hérna í febrúar 2010 og mjög heilsteypt og góð áætlun, og eins og kemur fram hér þá er hér endurskoðun hennar að ræða sem á að gilda til ársins 2020. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög gott, ég held að þetta sé mjög góð vinna og mjög góð áætlun til að fylgja eftir þeirri vinnu sem fór á undan, og auðvitað þurfum við að átta okkur á kostnaðinum. Það er ljóst að víðar verið að fara í dýrar framkvæmdir til þess að bæta aðstæður hjólreiðamanna, en ég held að við getum litið á þessi framlög sem náttúrulega í heildarsamhengi þess að gera sem flestum kleift að velja milli fjölbreytilegra faramáta í umferðinni, og einhvern veginn þá höfum við nú bara kannski litið á þetta allt í heildarsamhengi. Til dæmis gerum við ekki mikið af því og ekki endilega skilgreinum við alltaf þegar við erum að ráðast í gatnaframkvæmdir að við hugsum alltaf stóru summuna. Við erum ekki svo mikið að skilgreina eða skipta framkvæmdafénu niður rauninni hvað gagnast gangandi vegfarendum, hjólandi vegfarendum, akandi vegfarendum eða jafnvel strætófarþegum. Þegar við allan að tökum afstöðu til stóru málunum hér í borgarstjórn þá lítum við á stóru summuna og hugsum að þetta þjóni mörgum faramátum. Nú, þannig að mér sýnist vera að tekið hérna mjög mörgum atriðum. Tvennt langar mig þó til að nefna. Ég man eftir því þegar ég var að ráðstefnu fyrir einhverjum árum um hjólreiðaborgir eða það sem var erindi þar sem var fjallað þær, þá var svolítið fjallað vægi eða sem sagt þau áhrif sem glæpir eða hjólaþjófnaðir hefðu á þessa menningu, hjólreiðamenningu, og voru síðan nefnd nokkuð dæmi frá Hollandi þar sem borgar- og bæjarstjórnir töldu að það hefði slæm áhrif á
á hjólreiðamenningu í viðkomandi borg að það væri töluvert hjólaþjófnaði eins og við heim, en lögreglan leti það algjörlega afskiptalaust. Það þýddi ekkert ef hjólinu var stolið frá manni, þá bara varð maður að sætta sig við það, og því að það var sennilega bara farið og lögreglan gerði ekkert í að endurheimta það. Það gat borgað sig að fara eftir einhver tíma í óskilamunum til lögreglunar, en fólk var bara alveg búið að gefast upp á því kæra vegna þess að þetta voru lögreglan leita á þetta sem smáglæpi sem væri mjög lítið fylgt eftir. Og í nokkrum hollenskum borgum þá var farið út í tilraun með það að borgarstjórnin leitaði eftir samstarfi við lögregluna að leggja stóraukna áherslu á að uppræta hjólreiðaþjófnaði. Auðvitað er hægt að uppræta þá eins og aðra glæpi eða ástæða lögð á það, flest aðra glæpi, og það voru nefnt nokkuð dæmi borgir sem hefur farið út í þetta, og þetta hefði skilað mjög góðum árangri. Tókst á, var gert í ákveðnu samstarfi milli bæjarstjórnanna og lögreglunar, og þetta skilaði árangri og kom fram í mælanlegri aukinni ánægju með hjólreiðar í borginni, og fólk, og það sýndi sig samkvæmt könnunum að fólk í þeim borgunum þar sem lögreglan tók alvarlega á þessum glæpum, það vildi frekar eiga hjól, það var líklega til að eiga hjól heldur en í borgum þar sem lögreglan hafði í rauninni gefist upp á þessu vandamáli og sinnti því ekki. Ég vil beina þessu til borgarstjóra því að ég veit að hann hittir lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu reglulega, og ég er viss að það væri hægt að leita í smiðju hollendingana með þetta eða fleiri borgarlögreglum allan heim sem eru farnir að gera þetta, og kannski í samstarfi lögreglunar og borgarinnar væri hægt að gera átak í þessum málum, því að reglulega heyrir maður og maður sér á síðum hverfanna að það er töluvert þessa þjófnaði nú eins og var þetta áður. Eitt atriði sem ég vil minnast á og endurtek það, mér finnst þetta bara vera mjög vel unnin áætlun og bara frábær öllu leyti. Eins saknaði þó aðeins í henni, og það var að þegar ég las hana þá fannst mér ekki koma kannski nægilega vel fram að hve miklu leyti við ætlum að hanna hjólreiðastíga í gatnakerfi borgarinnar. Það er tæpt á þessu á nokkrum stöðum og það er mjög góð tafla. Það er mjög góð tafla í áætluninni undir kaflanum framkvæmdir og aðgerðir 2015 til 2020 og sérstaklega aðgerð 1 uppbygging hjólaleiða, og sá andi sem þar kemur fram var uppbygging hjólaleiða, hann er mjög góður, en mér fannst þó eins og það mætti hnykkja betur á því atriði að sem var í umferðaröryggisáætluninni frá 2002 sem gafst mjög vel, að við hönnun nýrra gatna og endurgerð gamalla yrði leitast við að leggja sérmerktar hjólarinnar milli götu og gangstéttar þar sem aðstæður leyfa. Það er ein setning sem fjallar þessar framkvæmdir í nýjum hverfum, en ég gat ekki séð að það væri kannski gert ráð fyrir í eldri götum, en mér myndi finnast mjög þýðingarmikið að svona ákvæði væri inn í þessari áætlun. Ég man að áður við fengum hjólreiðaáætlun í Reykjavík, þá vorum við með þessa umferðaröryggisáætlun sem gilti frá árinu 2002 og ég held að hún hafi með þess að gilt lengur en til 2007, það kom ekki ný alveg strax. Þannig að hún gilti nokkuð lengi, og þarna gátu, en ég tók mann hins vegar eftir því að þrátt fyrir að sú áætlun væri samþykkt 15-0 hér í borgarstjórn, þá átti kerfið mjög erfitt með að tileinka sér þessi vinnubrögð, sem sagt að leitast við að leggja sérmerktar hjólareinar eins og við höfum öll séð erlendis hér í Reykjavík. Og það tók í nokkur ár þangað til að mér fannst nokkur tillit tekið til þessa ákvæði sem var í gömlu umferðaröryggisáætluninni, og það var þá mest fyrir tilverknað Gísla Martins Baldurssonar, þáverandi borgarfulltrúa, sem var þá orðinn formaður umhverfis- og samgönguráðs, minnum að það heiti þá. En ég man eftir því, ég tók líka þátt í þessu kvappi með honum, og rauninni borgarfulltrúar bara öllum flokkum gerðu það, og þá fannst okkur mjög gott að þegar við vorum að koma fram með okkar óskir sem kom upp eftir ábending frá borgarbúum, þá fannst okkur mjög gott að geta vísað í svona skýrt ákvæði sem væri í stefnumörkun sem borgarstjórn hefði öll samþykkt. Og það var ekki þar með sagt að það var í hjólarinn lögð í hverja einustu götu, enda ekki kannski beðið það, heldur að, en alltaf þegar væri verið að hanna nýtt hverfi, þá væri minnstu kosti reynt í tengigötunum innan hverfisins, reynt að leggja hjólarinn fyrir hjólandi, enda sem hluta stofnkostnaði það bara hverfandi, það er bara
það er rauninni bara, það er verið að leggja þá bara smá stíg milli götu og gangstéttar, eða smá rein. En líka fannst manni þetta pirrandi þegar það var verið að endurgera gamlar götur í Reykjavík sem töluvert gert af með ærnum tilkostnaði, að mér fannst leiðilegt að horfa upp á það að það væri verið að endurgera hér götu eftir götu með miklu kostnaði án þess að það væri einu sinni reynt að koma í tillögur hvort að þar væri pláss fyrir hjólastíg. Í mörgum götum, því að fyrst með þessu í mörgum götum hefur alveg verið pláss fyrir hjólarein eins og hefur verið gert erlendis, án þess að þrengja þar að umferðinni. Ekki þar með sagt að það þurfa að gera þetta í hverju götu, en það má kannski reyna að sirka át götur í hverju hverfi þar sem hjólreiðamenn nota og reyna að gera þetta þar ef annar borð er verið að gera þær upp. Og skilaboðin þau að það þurfi ekki svona sérdæmi eins og til dæmis hverfisgötuna. Það þurfi ekki sérdæmi, sérátak eins og hverfisgötuna eða borgartún til þess að gera slíkt. Að okkar góðu embættismenn þær eigi bara að líta til þess í hverju einustu götu í nýju hverfi eða í eldri hverfum hvort að og þetta er þá sjálfsögur gert í samráði við okkur, gert í samráði við borgarráð, hvar væri best að gera þetta. Og maður sér að það er vissulega mikill metnaður í þessari áætlun og eins og ég segi, mér finnst þetta er frábært plagg en þó má gagnrýna eitt og eitt í því og til dæmis þegar maður lítur á kort yfir hjólreiða leiðir í borginni, hjólreiðastíga, þá sé ég til dæmis þegar maður horfir á sem ég sagðist að kort yfir Úlfarsárdalinn, nýjasta hverfið okkar, að þar sýnist mér frekar ástæða verið lögð á að ná hjólreiðatengingunni svona í kringum hverfið og ég myndi vilja sjá fleiri hjólreiðaleiðir þar, til dæmis með hjólareinum, sem myndi liggja beint í gegnum hverfið. Og ég held að þess vegna þá væri það til bóta, þó að þetta sé mjög góð áætlun fyrir, þá væri það til bóta að bæta við setningu í þetta plagg og geri það tillögu minni okkar sjálfstæðismanna að það verði gert, að eftirfarandi setningu verði bætt í plaggið. Tillagan hljóðar svo, með leyfi forseta, með ósk eftir að vera tekin á dagskrá. Eftirfarandi texti bætist í kaflann aðgerð 1 uppbygging hjólaleiða. Við hönnun nýrra gatna og endurgerð gamalla verði leitast við að leggja sérmerktar hjólareinar milli götu og gangstéttar þar sem aðstæður leyfa. Ég held að þessi tillaga sé algjörlega í samræmi við anda þessara góðu draga að hjólreiða áætlun og með henni er tilgangurinn svona bara að hnykkja á þessu atriði. Þetta er mjög svipuð setning og var í gömlu umferðaröryggisáætluninni, en mér finnst að það mætti gjarnan hnykkja á henni og vona að aðrir borgarfulltrúar séu mér sammála um það. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og lokið við að gera grein fyrir tillögu sem hann óskar eftir að verði hér tekin upp með afbrigðum og forseti gerir örstutt fundarhlé.
Fundi fram haldið eftir örstutt fundarhlé og við göngum til atkvæða breytingartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við, við tökum hann á dagskrá. Við greiðum atkvæði það hvort að tillagan verði tekin hér á dagskrá. Og þau sem samþykkja að taka tillöguna á dagskrá gefi merki. Það vantar borgarfulltrúa í salinn. Þau sem samþykkja að taka breytingartillöguna á dagskrá gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka stýrihópnum sem kom að þessari vinnu, það sáum þessu vinnu bara kærlega fyrir, þetta mjög flott og metnaðarfull áætlun. Þessi áætlun kannski líka í sjálfu sér aðgerð. Í aðalskipulaginu sem við samþykktum nýverið þá settum við okkur háleit markmið í breyttum ferðavenjum í Reykjavík. Samanlagðir hlutdeild almenningssamgangna, hjólanda og gangandi 13% í Reykjavík og stefnan að fara með það upp í 21%. Við þurfum að spyrja okkur hvernig ætlum við að gera það. Í umræðinu hefur stundum komið upp líkt og við ætlum að fara að pína fólk til að hjóla eða labba. Fólk hefur sagt ég hef ekki áhuga á að fara að hjóla, hvað ætlið þið að gera í því? Það eina sem við ætlum að gera að fjölga möguleikum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að auka framboð á góðum hjólastígum og fjölga möguleikum fólk til að velja sér ferðamáta. Það breytingar sem hafa átt sér stað í gatnakerfinu seinustu 5 árin hafa ekki verið miklar. Það hefur verið farið í að breyta götum eins og Hverfisgötunni og Borgartúrinu sem dæmi. Gatnakassin hefur verið minnkaður eða þrengdur í 0,3% tilfella. Það er 0,3% af gatnakerfinu í Reykjavík hefur verið þrengt eitthvað. Stóra markmið auðvitað alltaf að auka öryggi, fjölga gangandi og fjölga hjólandi. Markmið á kannski að vera ef þú vilt ferðast öðruvísi en einkabílnum þá á það að vera hægt. Framtíðin multimódal, flest viljum við ferðast alls konar, stundum á bíl, stundum hjólandi, stundum gangandi og stundum í strætó. En það rétt sem borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kom inn á, umferðin hefur aukist nær alls staðar í kerfinu og það þurfum við líka alltaf að horfa á. Og það spurning hvernig við túlkum það. Erum við að bregðast í að bjóða upp á aðra möguleika? Þurfum við kannski að leggja enn betur af stað með það verkefni. Stundum erum við bara að bæta við hjólastígum, stundum erum við í heildarendurgerð gatna. Stundum erum við að gera svokallar complete streets. Það vantar enda kannski gott orð yfir það. Complete street gata það sem gert ráð fyrir öllum ferðamátum. Eitt verkefni sem var kannski stimplað sem hjólreiðaverkefni á einhverjum tímapunkti en ætti kannski frekar að flokka sem complete street verkefni voru breytingar í Borgartúninu. Borgartúnið kílómetralöng gata. Sólarhringsumferðin á seinustu 5 árum hefur verið allt frá 14.000 bílum upp í 18.000 bíla. Það hefur verið aukning þar líka í bílaumferð, jafnvel eftir breytingar, en það var kannski tilgangurinn ekki að draga úr bílaumferð. Það ánægjulegt líka að skoða hvernig öðrum farþegum götuna hefur fjölgað. Mesta fjölgun hefur verið í öllu strætókerfinu hefur verið í Borgartúninu. Innstigum og útstigum Borgartúninu fjölgaði 17% sem mesta aukningu í öllum kerfinu, samanborið við 4% aukningu á strætófarþegum yfir höfuð. Hjólandi hefur fjölgað 220% með 4,2% aukningu í borginni allri. Gangandi í næsta nákvæmni hefur fjölgað úr 19% upp í 23% af öllum ferðum. Og ekki nóg með það hafa 2 nýjir bankar opnað ný útibú, nýtt kaffihús og núna nýjum delibúð og opnað bara rétt á horninu. Þannig þegar við skoðum öll markmið sem við fórum að stað með, þá hafa þau öll náðst. Það aukið öryggi, það fjölgandi, gangandi hefur fjölgað, hjólandi hefur fjölgað og það gott flæði götuna fyrir almenningssamgöngur.
Og þannig held ég líka sem mjög mikilvægt að þetta verið partur af hjólreiðaáætluninni, að við vitum alltaf hvernig við ætlum að mæla árangur hvers verkefnis, að því að borgin okkar einstök, maður getur farið til Köpen og sé hvernig þið leggja hjólastígana sína og þegar leiðum að kemur ykkur heima ætlar að beita sömu tækni þá lendir maður strax í vandræðum. Hér erum við með bílastæði víða í götukassa, innkeyslur, útkeyslur, inngötur og svolítið sérstakt gatnakerfi víða. Við erum líka ofta að fara frumlega leiðir í því að koma hjólandi fyrir í gatnakerfinu og við þurfum alltaf að vera duglega að mæla hvernig árangurinn hefur náðst. Það ótrúlegt að skoða þessar tölur Borgartúni finnst mér miður hvernig umræðan hefur oft verið að það hefur verið endalaus misheppnuð aðgerð því það er sama hvaða mælikvarða maður beitir, það virðist hún hafa verið ansi vel heppnuð. Það er kannski svona sem við fjölgum hjólandi, kannski á svona einfaldan hátt með að breyta borginu götu fyrir götu og fjölga þannig möguleikum. Þetta eru lítið skref en í stóra markmiðinu það í rétta átt. Hjólreiðaáætlunin frábær og hún kannski eitt af þessum stóru skrefum sem við samþykkjum hér og ég bara mjög ánægð með þetta og takka aftur fyrir þessa vinnu. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sinni og þá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarstjórn og forseti, má ég spyrja hvað forseti ætla mér langan tíma núna? Það ætla hann að gefa mér langan tíma. Það þinn? 9 mínútur? 10. Takk fyrir það. Mér langar aðeins að byrja því að bregðast við því sem kom fram í máli borgarfulltrúanna Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur og Kjartans Júlíussonar. Og ég vil fyrst byrja því að segja og þakka góð orð og ef við byrjum á því sem borgarfulltrúinn Sveinbjörnsdóttir sagði að þá fannst mér að samt aðeins bera keima því að hún teldi að þessi fallega hjólreiðaáætlun eins og það var orðað væri raunin einhvers konar lúxus, ekki grunnþarfir eða grunnskyldur heldur eitthvað sem að við gætum sett fram en ættum ekki endilega framfylgja núna heldur einhvern tíma seinna þegar betur stæði á. Og þetta svona ákveðið viðhorf og þarna bara greinur okkur á mikilvægi slíkar aðgerða. En ég ætla að benda á nokkur atriði bara í þessu samhengi, svona hendi því hér inn í umræðuna og spyr vegna þess að það til dæmis vitað að kolefnisspor eða sótspor þeirra sem sagt bæði bara hreinlega við framleiðslu á hjólum, einu reiðhjóli, mjög smátt miðað við framleiðslu á einum bíl. Það er nánast engin mengun af notkun reiðhjóla, en það aftur gríðarlega mikil mengun af mikilli notkun bíla, skulum við segja. Það fara 40 bílar Miklubrautina fram í gegnum Hlíðahverfi og valda þar mjög mikilli mengun. Hjólreiðar eru þar að auki svo samgöngumáti sem hefur allra besta orkunýtingu af öllum samgöngumátum. Og þess vegna spyr ég, höfum við efni á því að nýta ekki slíkan samgöngumáta sem að nýtir orkuna betur en okkur annar? Höfum við efni á því að nýta ekki samgöngumáta sem að framleiðir enga mengun? Þess utan að þá valda hjólreiðar sáralitlu sliti á samgöngumannvirkjum, það sparar því skattborgurum stór fé. Höfum við efni á því að leggja ekki áherslu á slíkan samgöngumáta. Gatnakerfið í borginni kostar 3,7 milljarða á ári ef allt reiknað með. Og við munum hvernig umræðan var síðasta vetur sem að endaði því að það var hækkað framlag upp í 700 milljónir bara til að viðhalda malbikslagi á götunum. Og þar ekki hafa hjólreiðar þann stóra kosti þá bjóða upp á faramáta fyrir þá sem hafa ekki efni á að reka bíl, það kostar 1 milljón á ári, eða vilja ekki reka bíl. Og í 3. lagi og 4. lagi og 5. lagi að ég gat þess áðan að það eru 57.000 Reykvíkingar sem að hjóla að staðaldri og það eru 9.000 Reykvíkingar sem að hjóla allt árið. Svo vil ég líka nefna að það hefur sýnt sig að það sem að lítið hjólreiðar, þar verða fleiri banaslys á hjólandi fólki. Það eru hlutfallslega miklu fleiri banaslys á hjólandi fólki í Bandaríkjunum heldur en í Holland og Danmörku.
Og þá getur maður líka spurt sig, það ekki betra fyrir alla að fá fleiri til að hjóla ef það þannig, og það hefur marg sýnt sig, að öryggi þeirra eykst eftir því sem hjólandi fólki fjölgar. Ég ætla aðeins að nefna það að í árið 2015 eru áætlaðir 350 milljónir í gerð hjólastíga og hjólaleiða og 30 milljónir í gerð í gerð hjólaskýla og annars slíks. Og ef að þetta tekið saman, þá eru þetta raunin 380 milljónir og það fylgdi þessari vinnu, þá fylgir ákveðu kostnaðarmat og það sýnir sig að þessar 380 milljónir þá ári í 6 ár, ef að bæði árin eru talið með 2015 og 2020, að þá fara þessar 380 milljónir mjög langt í það að ná öllum megin markmiðum og sem sagt að koma öllum aðgerðum í framkvæmd. Það ákveðin sveigjanleiki sem kemur fram í áætluninni, til að mynda það kemur ekki skýrt fram í áætluninni hversu mikill hluti hjólaskýla við skóla skuli vera yfirbyggður. Það líka ákveðin sveigjanleiki því hversu mikill hluti þessara 30 kílómetra verður lagður, það með öðrum orðum ákveðin möguleiki í því að forgangsraða þeim hjólaleiðum sem að taldar eru mikilvægastar. Og kannski raunhæft að horfast í augu við það að kannski nást ekki öll þessi markmið fram og kannski næst ekki að framkvæma allar aðgerðirnar fyrir en 2021-2022, en kannski næst þetta 2020 eins og stefnt að. Og það líklegast hægt að komast langleiðina þó að fjármagn sé ekkert aukið í þetta, en auðvitað verður æskilegast og til þess að vera nokkuð öruggur og þá var æskilegast þetta færi úr 380 milljónum í 480 milljónir á ári. Og það þó bara smávegis miðað við sem hið almenna gatnakerfi borgarinnar kostar okkur. Mér langaði að lokum að koma inn á það sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, og ég vil þó geta þess fyrst áður en ég kem að því að allir þessar 11 aðgerðir sem að ég nefndi hér áðan, að þær eru allar kostnaðarmetnar og sem sagt, og allt virðist þetta rúmast innan raunhæfrar fjárhagsáætlunar. Mér langar aðeins að koma inn á það sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sagði hér áðan, og fyrst vil ég þakka honum fyrir mjög góða ræðu og ánægður að heyra það að hann alveg á sömu blaðsíðu og aðrir hérna í sambandi við mikilvægi þess að efla þennan valkost í samgöngum borgarbúa. Og það líka sjálfsagt og rétt að geta þess að hin metnaðarfulla og fína hjólreiða áætlun frá 2010 og hún var unnin undir forystu sjálfstæðismanna. Og ég held reyndar að það sé ofboðslega mikilvægt til að ná árangri í svona málum að vinnan fari ekki beint ofan í pólitískar skotgrafir. Rétt eins og í umhverfismálum og náttúruverndarmálum, húsaverndarmálum, ég tel að í mörgum slíkum málum séu menn hættir að fara ofan í þær skotgrafir. Hægri vinstri á ekki að skipta miklu máli í þessu. Við skulum taka hægri vinstri debattið hversu háir skattar eiga að vera og útsvar og svo framvegis. En í sambandi við það í sambandi við tillögu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar, þá hann út af fyrir sig held ég ágætt innlegg, en ég verð samt að gera þá athugasemd að þetta búið að vera ítarlegt ferli, þetta fór í sérstaka kynningu meðal hagsmunaaðila, þeir settu inn sínar athugasemdir, það var tekið tillit til þeirra, ýmist eða ekki bara eftir málefnum. Þetta búið að ræða þetta í borgarráði, það búið að ræða þetta í umhverfis- og skipulagsráði, sjálfstæðismenn áttu sinn fulltrúa í hópnum, þannig að ég myndi nú segja þetta er nokkuð seint fram komið af því að hefur gefist mjög mörg tækifæri og hefði verið með kærkomið að fá slíka tillögu fyrr á ferlinu. Og það setur okkur í smá vanda því að við viljum ekki segja bara við hlustum ekki á þetta
vegna þess að maðurinn ekki sama flokki og við eitthvað slíkt, við höfum engan áhuga á því. Við teljum að efnislega þetta kannski ágætis hugmynd, en það sé ekki hægt samt með þessum vinnubrögðum að koma inn í breyta áætluninni, þar þá að byrja aftur upp á nýtt að senda þetta aftur til umsagnaraðila. Einhverju kunna vera ósammála þessu. Það búið að kynna þetta, það búið að kynna viðbrögð við viðbrögðum og það ekki að orðlengja það, þannig að ég geri það tillögu að þessari tillögu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar að henni verði vísað til umfjöllunar hjá umhverfis- og skipulagssviði sem að hafi það þá til hliðsjónar við útfærslu þessari hjólreiðaáætlunar, jafnvel við endurskoðunarinnar þegar þar að kemur, hvort að þetta sé kannski bara ágætis tillaga. Þannig að það konkrét tillaga að hafa þessa málsmeðferð. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir ýmislegt gott í ræðu Hjálmars, en ég fyrir samt að segja að ég skil ekki alveg hvernig hann leggur til að tillaga okkar sjálfstæðismanna verði afgreidd. Þetta er alveg ljóst að þessi áætlun, drögáætlun, þetta ekki orðin áætlun, þetta drögáætlun, höglumur samþykkt vantarlega, að koma í fyrsta sinn fyrir borgarstjórn. Það er mann best. Ég ekki aðalmaður í borgarráði og fylgist ekki jafnvel með málum þar eins og þeim sem sitja þar. Ég ekki umhverfis- og skipulagsráði og þannig að mér finnst svona bara vel alveg samræmi við gott vinnulag og lýðræðislegar venjur að þegar þetta kemur fyrsta sinn að þetta vettvang þá geti bara óbreyttir borgarfulltrúar sem sitja ekki í þeim ráðum sem hafa hér unnið að málinu rýnt þetta og komið með tillögur sem hlustað á og hægt að afgreiða. Ég held að þessi tillaga sé óháð því hvort að það alveg rétt að við sjálfstæðismenn eigum fulltrúa í borgarráði og í þessum starfshópi sem vann að áætluninni, en ég held að það ekki útiloka það að alveg hafa til stefnunni samþykkt þá sé hægt að koma með breytingartillögur eða viðaukartillögur við hana ef að þær tillögur eru til góðs. Ég held að þessi tillaga sé mjög til góðs. Ég rakti það rauninni það stímabragg sem við átti hérna í fortíðinni við gagnvart til dæmis embættismönnum á sviðinu og þá var mjög gott að geta vísað í stefnumótun sem borgarstjórn hafði samþykkt máli okkar til áréttingar. Ég held að sé algjörlega ljóst að þessi tillaga, hún felur ekki í sér breytingu, hún felur í sér svona það sem það hnykkt á, hún felur í sér áréttingu og mér líst ekki alveg nógu vel á það að henni sé bara vísa til umfjöllunar hjá umhverfis- og skipulagssviði, algjörlega á þess að það fylgir með hvort að borgarstjórn sé hrifin af þessu eða ekki. Því þá erum við að taka þetta úr höndum okkar sem við sjáum pólitísku stefnumótunina, erum að vísa þessu til embættismanna sem verður þá í sjálfsagt sett hvort þeir hlusta á þetta með nokkrum hætti eða ekki. Og það finnst mér verra, ég verð að segja það. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar forseti vill áminna borgarfulltrúa að ávarpa hvorn annan með fullu nafni og starfstitli, en borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson svarar þá andsvari. Já, nú erum við komin í andsvaraleikinn og ég held reyndar að það sé ekki alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Kjartani Magnússyni að þetta hefði ekki verið rætt áður í borgarstjórninni. Það ekki örugglega þannig að þetta var rætt hérna fyrir einhverju síðan, einmitt hér í borgarstjórnarsalnum, áætlunin. Ég held örugglega það sé rétt, það hlýtur að vera skjalfest einhvers staðar. En ég vil benda borgarfulltrúanum á að það hefði sennilega verið meirihlutanum í lófa lagið að hreinlega hafna þessari tillögu með allskyns formlegum rökum að hún kom allt of seint inn og hún sé ekki alveg í takt við venjuleg fundarsköp og svo framvegis, en sú leið var ekki farin, heldur að sú virðing boðin fyrir borgarfulltrúanum að hún bókstaflega samþykkt, það að segja hún samþykkt að taka hana til umfjöllunar
Og síðan fær hún, sem að ég hefði haldið að væri ósköp eðlileg vinnubrögð, henni er vísað þá til þessa fagsviðs sem að fæst meðal annars við það hvernig fyrirkomulagi gangstétta, gatna og hjólastíga er best fyrir komið. Það eru bara heilmikil fræði, hvernig það er best gert og hvar best er að hafa þannig og hvar best er að hafa það öðruvísi. Þannig að ég held að þetta sé, að þessari tillögu sé fullur sómi sýndur með því að hafa þetta verklag. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvarið, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil upplýsa Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa það að ég er ekki í neinu sem hann kallar andsvara leik, en nú séum við komnir í andsvara leikinn. Ég lít þvert á móti, þá lít ég bara á andsvör sem eðlilega þátt af umræðum hér í borgarstjórn, þar sem menn geta komið brugðist málefnilega við röksemdum hver annars. En þetta málefni vil ég segja að ég get ekki alveg tekið undir að tillagan komi of seint inn til að það sé hægt að fjalla um hana eða samþykkja. Hún er að koma í fyrsta sinn fullsköpuð inn á þennan vettvang og mér minnir að þetta hafi komið hér áður til umræðu í borgarstjórn þessi mál og þá held ég alveg örugglega ég hafi bent á þetta atriði sem við sjálfstæðismenn flytjum tillögu núna, en einhverju hluta vegna þá hefur það ekki skilað sér í lokaskýrsluna, það er auðvitað margt í mörgu. Ef fagráð, ég held að það er svolítið hættulegt að fullyrða að tillögur séu að koma of seint inn, bara þegar er ekki búið að samþykkja plaggið. Borgarstjórnin er auðvitað mjög virðuleg stofnun, en hvað fundarsköp og vinnulag varðar þá er sá svipað bara mjög til hins sama eins og tíðkast í fagráðunum okkar. Og þegar við afgreiðum frá okkur stefnumótun þar, þá er aldrei sagt að þá getur maður alltaf komið með tillögur og ég man ekki eftir að hafi oft verið sagt þar að tillögur komi of seint inn ef þetta eru góðar tillögur og það liggur ekki þeiminn meira á. En þeir sem hafa verið í faraðum með mér, þeir vita það, ég kem mjög oft með tillögur og bara sem betur fyrir þá eru þær mjög oft samþykktar og jafnvel bara á sama fundi. Svo ef menn vilja ræða málin þá er þeim bara senkað, ef það er ekki mikill skaði og hægt að senka málinu þá er þeim senkað við eitt fund og auðvitað verða hægt að gera það hér ef þetta stendur eitthvað í meirihlutanum. Og ég verða að ítreka aftur, mér finnst ekki vera mjög ákvæmst á tillögunni að vísinni til fagsviðs, vísinni til embættismanna sem er í lóga lagið eða geta bara til sjálfdæmi ákveðið hvort þeir taki tillit til tillögunni eða ekki. Mér finnst miklu betra að borgarstjórn sem stefnumótandi stjórnvald taki afstöðu til hennar, helst auðvitað samþykkjana eða samþykkjana ekki. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er andsvörum lokið og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarstjórn. Ég ætla aðeins að koma inn á kynjahlutföllin sem að hér eru minnst á. Það er staðreynd að það eru frekar karlar en konur sem að hjóla og munar þar töluverðu. Og þetta er náttúrulega alþjóðleg staðreynd. Hún er ekki bara bundin við Ísland og mér finnst að það sem að markmiðið er að auka heildarhlutdeild fólks í hjólasamgöngum þá sé eðlilegast að reyna að stækka það sem er lítið fyrir. Og þetta hefur náttúrulega það sem þetta er alþjóðlegt verið rannsakað víða um heim, meðal annars í Bandaríkjunum þar sem að eru skoðaðar ástæður þess að konur hjóla síður. Og það rímar ágætlega við, þó að það sé kannski ekki útskýrt beinum orðum í hjólreiðaáætluninni, þá rímar það ágætlega við markmið hjólreiðaáætlunarinnar að kanna viðhorf fólks til öryggis. Það er mjög sterkur þáttur hjá konum að þær eru kannski meðvitaðri líkamlegt öryggi sitt í borginni og þeirri hættu sem að steðjar ekki síst af bílaumferð. Þessu má taka á bæði með því að
einhverjum aðgerðum sem að leiða til þess að fólk og ekki síst konur upplifi sig öruggari í hjólaumferð og kannski ekki síst með því að kannski reyna að vinna aðeins í umferðarmenningunni og bílamenningunni. Þannig að þeir sem eru á bílum eru hvattir til þess að kannski taka meira tillit til þess að fólk getur verið hjólandi og svona hættunar sem eru samhliða því að sýna ekki nú mikla aðgát og náttúrulega líka draga úr hraðanum, umferðarhraðanum þar sem við á. Borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir kom aðeins inn á þessa hugmyndafræði sem eru svona götur sem er deilt jafnt bæði af bílum og gangandi og hjólandi en þá verður náttúrulega vera hægur hraði og svona kannski meiri rólegheit en maður sér út á þjóðvegum. Af því að það er ástæða fyrir því, eitt sem nefnt í þessum miðflokkskörnunum að fólk segist reiðubúnara til að hjóla meira ef það eru til hjólareinar sem eru aðgreindar frá annarri umferð. En það kemur væntanlega til af því að eins og almennar umferðargötur eru hugsaðar og eins og akandi umgangast þær núna þá er þetta kannski þannig að fólk veigrar sér við að vera mikið hjólandi þarna í nálægt. Þarna er náttúrulega í áætluninni markmiðum að leggja sérstaklega hjólreiðastíga en ég held að samhliða því sé kannski ekki vitlaust að það sem við á að væri að einhvern veginn að gera það auðveldara að þetta geti farið, mismunandi tegundir umferðar geti farið saman. Og annað í þessu samhengi myndi síðan vera, nú var ég að hugsa hvað ég var með. Já, það var sem sé fjöldi hjólandi fólks, að öryggið meira eftir því sem að fleiri hjóla. Og þannig að það kemur með því markmið að auka fjölda þeirra sem að hjóla og gera þeim auðveldara að það styður við þetta öryggismarkmið. Það er öryggi í tölum eins og segja má kannski. En það náttúrulega gerist kannski ekki að sjálfur sér. Fólk, meðan við erum í einhverjum stað þar sem að fólk veigrar sér akkurat við að taka af skarið og fara að hjóla því að þau eru fáir. Það þarf einhvern veginn að styðja við það að fólk taki þetta skref. En þetta er svona fyrst og fremst það sem ég vildi leggja áherslu á. Takk. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Forseti og góðir borgarfulltrúar. Fyrst þetta með tillöguna frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem er vissulega seint fram komin í þessu ferli öllu saman og hér hefur ferlinu verið lýst. Það er samt sem áður svona umhugsunarvert til hvers við erum þá að bara yfirleitt að afgreiða þetta hérna í borgarstjórn ef það má ekkert eiga við þetta svona á síðustu metrónum. Vissulega hefði þessi til að geta komið fram fyrr. En eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lýsti hér áðan að þá er hann sem borgarfulltrúi sem hvorki á sæti í umhverfis- og skipulagsráði eða borgarráði að sjá þetta í gögnum sínum sem svona fullmótaða tillögu, og ég undirstrika tillögu að þessari áætlun, hjólreiðaáætlun Reykjavíkur í gögnum borgarstjórnar. Það er svolítið galli ef það er ekki hægt að eiga neitt við það. Þetta sér maður fyrir sér að ef þetta var einhver stór tillaga sem að væri mjög úr takti við það sem að þessi hjólreiðaáætlun gengur út á, að þá annaðhvort myndi meirihlutinn vísa henni frá eða fellana eða þá hreinlega fresta því að taka þessa hjólreiðaáætlun til afgreiðslu. Til þess að geta rætt það betur í viðeigandi nefndum og ráðum og fá hagsmunaaðila til að fara yfir það að nýju. En þetta er ekki þannig tillaga. Þetta er ósköp
meinlaus tillaga. Hún er meira að segja þannig orðuð að, ég er ekki með hana fyrir frammi, en hún er þannig orðuð að það er bara það sem þetta getur átt við. Mér langar til þess að þakka starfshópnum, eins og fleiri hér hafa gert, fyrir góða vinnu og að taka þá hjólreiðaáætlun sem var auðvitað merkilegt plagg, fyrsta hjólreiðaáætlunin, taka hana lengra og setja hérna fram mjög svona aðgengilega hjólreiðaáætlun. Þetta er mjög aðgengilegt plagg og maður auðvitað fyrir að hugsa að þegar maður fer í gegnum fyrst hvernig þetta er byggt upp og svo þessar aðgerðir 11 sem hér eru að það verður auðvelt að átta sig á hvernig okkur gengur að framfylgja þessu. En það er auðvitað ljóst miðað við fjárhagsstöðu borgarinnar, rekstrarstöðuna, að það er ólíklegt að við náum þessu á þessum tíma. Það er mjög ólíklegt. Því að vissulega þurfum við að forgangsraða í þágu grunnþjónustunnar og við erum að fá sífellt fleiri fréttir það að þar skortir á að grunnþjónustunni sé sinnt. Og auðvitað þurfum við að forgangsraða fjármunum hér eins og annars staðar. En ég ætla bara að segja almennt áætlunina að markmið með henni er auðvitað að auka fjölbreytni í umferðinni og það þjónar öðrum faramátum ef aukin árangur næst í því að fjölga þeim sem að geta átt þann raunverulega valkost að ganga eða hjóla. Það er þetta bara gagnast öllum. Það gagnast þeim sem að þurfa að vera á bíl dagstaglega eða af og til vegna þess að það fólk sem að gengur og hjólar þá ekki að taka pláss í sínum bílum á götunum á meðan. En auðvitað er þetta ekki hátt hlutfall þeirra sem að ganga eða hjóla en eftir því sem að aðstæður batna þá auðvitað erum við að tala eftir því sem aðstæður batna þá erum við auðvitað að tala að fleiri eiga þann möguleika að geta þetta. Og mér finnst þessar aðgerðir sem er lýst hérna frá 1 til og með 11 vera skynsamlegar, eins og til dæmis það að leggja áherslu á aukna hjólreiða barna og unglinga. Þetta er stutt með vísan til rannsókna. Fjölgun þeirra sem hjóla til vinnu og ég held að það sé mjög góða tillögu varðandi lykilleiðir og merkingar á leiðum. Nú hjóla ég töluvert ekki bara borgina heldur höfuðborgarsvæðið og ég held að þetta sé mjög til bóta. Eins líka varðandi það ef það er hægt að gera betur varðandi almenningssamgöngunar. Það er agalegt vesen, það verður bara að segjast alveg eins og þó að sé pláss fyrir hjóli í strætónum. Það er agalegt vesen þegar fólk er að koma inn með hjólinn. Það er það. Það er kannski blautt úti, slapp og þessi hjól er að nuddast utan í aðra og svona. Þannig að það þyrfti að vera betra system á því og hér er verið að tala það að gera betur í því. Og svo vil ég lýsa ánægju minni með það sem er talað í 5. aðgerð sem er verið að tala hjólaleigur. Að þar er þó allan að verið að tala og ég hef svo sem lagt áherslu á það áður, að þar er verið að tala að kanna áhuga einkaaðila á aðstöðu á lykilstöðum í borginni fyrir svona deili hjólaleigur. Ég held að það sé einmitt lykilatriði. Borgin á þetta bara að skapa umhverfið en ekki að vera að standa í einhverju svona sjálf. Þannig að það eru margar skynsamlega tillögur þarna, þannig að ég vil óska starfshópnum til hamingju með það að hafa skilað þessu með þessum hætti. Ég hef auðvitað sitjandi í borgarráði haft tækifæri til þess að koma að þessu oft í ferlinu og fengi góðar kynningar í borgarráði. En mér langar bara til þess að svona ýta því að ykkur ágæti meirihluti að tillagan sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon talaði hér fyrir hönd okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Hún er ósköp saklaus og ég sé ekki annað en hún sé algjörlega í samræmi við markmið þessara hjólreiðaáætlunar. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, sem tekur næst til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hafði ekkert ætlað mér að koma upp og ræða efnislega tillögu Sjálfstæðisflokksins viðbótartexta við kaflann aðgerð 1 uppbyggingu hjólleiða.
En ég verð bara aðeins að gera það. Ég furða mig svolítið á málflutningi borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar. Það er ítrekað þetta sé lítil og krúttleg tillaga og sakleysisleg tillaga og ég verð að segja að ég er algjörlega ósammála og ég hreinlega skýr hann ekki. Ef við skoðum tillöguna, við hönnun nýrra gatna og endurgerð gamalla verður leitast við að leggja sérmerktar hjólareinar milli götu og gangstétta þar sem aðstæður leyfa. Ok, þetta hljómar krúttlega, en hugsum hvernig þetta er í framkvæmdinni. Hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar er það plagg sem segir okkur nákvæmlega hvar við teljum þörf til að leggja hjólareinar og hvar ekki. Það er að segja að hjólreiðaáætlunin er fyrst og fremst kort sem segir hér teljum við að eigi að leggja hjólareinar, hér ekki. Tillagan gengur út á það að leggja hjólareinar sem sagt allstaðar þar sem þær komast, þar sem aðstæður leyfa. Þannig að þetta er í rauninni hjólreiðaáætlun í sjálfu sér. Áætlun sem segir þá alltaf að leggja hjólareinar þegar það komast fyrir, þegar við endurnýjum götur. Þannig að ég sé ekkert krúttlegt við þetta. Það borgarfulltrúar þurfa kannski að útskýra fyrir mér, er átt við að leitast verði við að leggja sérmerktar hjólareinar milli götu og gangstétta þar sem þær eru sýndar í hjólreiðaáætlun, eða fer þetta trompar þetta hjólreiðaáætlun, eigum við að leggja alltaf hjólareinar eða komast fyrir, sama hvort að það sem metið sér svo að þarna eiga að vera hjólastígur samkvæmt hjólreiðaáætlun. Viljum við sem sagt að það séu alltaf hjólastígur eða komast fyrir þótt að það sé ekki metið nauðsynlegt að hafa þá. Viljum við ekki leggja hjólareinar þegar þær eru sýndar í hjólreiðaáætlun ef það er óþægilegt að koma þeim fyrir. Þú veist, er þessi setning að koma veg fyrir hjólreiðaáætlunina eða hvað er þetta? Ég meina, ég er ekkert að reyna að vera leiðileg. Ég meina, mér fannst mjög fín tillaga sem var samþykktur umhverfis- og skipulagsráði sem þar sagði einfaldlega að þegar við varum að leggja götur og breyta gangstéttum þá ættum við alltaf að bæta við hjólrein ef leiðin væri sýnd í hjólreiðaáætlun. Það er eitthvað texti sem ég veit vanta hérna inni, að hérna get ég ekki séð og bara kannski geta lögfræðingar inni eða forritarar aðstoða mig eða stendur hér. Við erum að leggja hjólareinar eða komast fyrir við endurnýjun gatna, þá hlýtur það að vera algjörlega óháð mati stýrihópsins sem sagði hvar ætti að vera hjólareinar samkvæmt hjólreiðaáætlun. Ég get ekki séð annað. Við erum líka með meginleiðir skyldar í aðalskipulagi, þannig að ef ég myndi taka þessa samþykkt og samþykkjana og sem myndi við ætla að endurgera til að mynda blönduhlíðina og hér stæði við hönnun nýrra gatna og endurgerð gamalla, það var það endurgerð gamalla götu, þá ætti ég alltaf að leggja hjólarein, þar. Þrátt fyrir að gata þessi pingulítil einstömmur gata með litlum hraða og lítil umferð, ef ég ætti bara að fylgja þessu slafist. Þannig að þetta sé bara mjög eðlilegt að vísa til umhverfis- og skipulags sviðs, af því annars held ég þetta gæti bara valdið misskilningi og bara óþarfa fjárútlátum. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er alveg sjálfsagt að útskýra betur hvað í þessari tillögu felst, fyrst að það er beðið það. Og mér finnst þú vera nokkuð skiljanleg. Þetta er í rauninni, þessi setning er nánast samhljóða setningu, eins og hún var hvað getur við sagt, í eitthvað svona forvera þessar hjólreiðaáætlunar 2010 sem var umferðaröryggisáætlun 2002-2007 sem giltir reynda mjög lengur til 2007 vegna þess að ég man ekki, ég held að næsta áætlun hafi verið samþykkt 2009 eða 10. Það var þessi setning, mjög lík þeirri setningu sem við leggjum fram í dag, sem hljóðaði svo með leyfi forseta: við hönnun nýrra gatna og endurgerð gamalla verði leitast við að leggja sérmerktar hjólareinar milli götu og gangstéttar þar sem aðstæður leyfa. Menn túlkuðu, það var töluvert rætt um þetta í borgarkjörnum á sínum tíma og einkum þó á kjörtímabilinu 2006-2010 þegar við vöknum upp í þann draum að okkur fannst embættismenn ekkert hafa framfylgt þessari samhljóða stefnumörkun borgarstjórnar frá 2002 og vegna þess að þá ræddu menn hvað skilning þetta leggja í þetta og það lagði aldrei neitt þann skilning í þetta að þetta væri hjólreiðaáætlun út af fyrir sig eða þarna ætti að setja í allar götur
og orðalagið sko þar sem aðstæður leyfa taka af tvímæli það að við erum ekki endilega að leggja til að þetta verði sett í hverja einustu íbúðagötu í borginni, heldur verði aðstæður metnar hverju sinni og það sé samt að leggja þetta, það sé verið samt reynt að leggja þetta í gegnum hverfi, reynt til dæmis, við getum bara sagt hérna í gamla Vesturbænum að Þingholtinu verði reynt að meta hvar hjólreiðamenn fari í gegn og þeir eiga að minnsta kosti greiða leið í gegn sem víðast. Og aðstæður geta auðvitað líka verið fjárhagslegar og það geta verið umferðilegar. Við getum verið að endurgera gamla götu en metið að þannig að það sé ekki hægt að leggja hjólreiðaakrein þar nema að taka af öll bílastæðin í götunni og þá auðvitað leyfa aðstæður það ekki. Við getum verið að gera upp 4 gamlar götur hlið við hlið. Metið það svo að það sé kannski of dýrt og mikið vesen að gera það í öllum götunum að það sé þá minnst eitthvað gert eða líka samhliða sé að minnst eitthvað gert í einni götunni. Og þetta sé svona metið þegar að þetta sé samt sem víðast meðfram stofnbrautum og í tengigötum í borginni. En svona miðað við, menn verða að skoða aðstæður hverju sinni og ræddum við um sínum tíma við sæjum kannski ekki fyrir okkur að margar götur væru beinlínis teknar upp vegna til þess að koma fyrir hjólreiðaakreinum en við sáum þá alveg sem við sjáum fram að núna að það væru töluverðar framkvæmdir framundan við endurgerð gatna í Reykjavík og þá væri alveg sjálfsagt og frábært að nota tækifærið og bæta aðstæður hjólreiðamanna þar sem við erum kortir að taka úr göturnar. Og þetta voru nú bara allir sammála á sínu tíma en síðan rekum maður augun í það í þessum annars mjög góðu drögum að áætlun að þarna vantar þetta ákvæði finnst mér og ég held að mér nú bara að þakka fyrir að benda á að þar mætti bæta úr en svo er því miður ekki en svona sé ég þetta fyrir mér að nú þegar maður samþykkja áætluna þá sé tækifæri til þess þó seint sé að bæta þarna úr. En það gengur þessi tillaga, það sem felur í sig, það gengur alls ekki gegn anda áætlunar nokkur leyti og ekki nema maður hafi einhvern vilja sko til þess að kannski oftúlka sá sem getur ekki hugsað sér að samþykkja þessa tillögu að því hún er komið frá ákveðnum flokki, hann kannski kýs að fara í það svona ákveðnan oftúlkunarleik og oftúlka áætlunar að segja að þessi geta samþykkja tillöguna vegna þess að hér sé í rauninni verið að samþykkja nýja hjólreiðaáætlun en ég hygg nú að þeir sem bara eru sanngjarnir og lesa þetta þannig yfir sko að þeir komist nú ekki að raun það. Og svo er þetta sjónarmið að þessi áætlun eða þessi tillaga sé allt of seint fram komin. Ég bara get ekki fallist á það vegna þess að ég hef rauninni ekki haft aðkomu að áætluninni nema ég man eftir að hún var rædd í borgarstjórn þegar þá lá hún ekkert fyrir í endanlegri mynd. Og mér minnir að ég hef tekið til máls þá, ég man ekki hvort það hefur verið í borgarráði og borgarstjórn, ég hef ekki verið á fundum þar sem þetta hefur komið til tals og ég er næstu öruggur að ég hef komið þessum sjónarmiðum þar á framfæri. Það hefur ekki skilað sér inn í þessu áætlun, ég sit ekki í þeirri nefnd sem er með þessu áætlun frá degi til dags, það er nú bara svona tæknilegt atriði og við borgarfulltrúar við hljótum auðvitað hafa alveg fullt frelsi til þess að koma fram með slíkar tillögur, alveg þangað til áætlunin er samþykkt. Hvað með hérna fjárhagsvöndum borgarinnar sem verður samþykkt eftir nokkra vikur eða mánuði? Dettur ekkurum í hug að segja að þeir sem séu minnihlutanum þeir hafi ekki rétt á að koma með tillögur að breytingar í fjárhagsáætlun vegna þess að vinnan hefur verið lengi í gangi og þeir hafi ekki komið með það fyrr. Það er bara hlegið að þeim borgarfulltrúum sem fari að halda því fram að það verði ekki hægt að samþykkja tillögur um breytingar í fjárhagsáætlun vegna þess að þar kemur seint fram fyrir eitthvað fund eða jafnvel á fundinum. Og þess þá heldur varðandi þetta atriði að ég sem að nokkri borgarfulltrúar, minnst hvort þeir sem sitja ekki í borgarráði eða skipulagsráði, þeir hafa ekki fengið þessa áætlun í endanlegri mynd fyrir en þá væntanlega á föstudaginn þegar þeir fengu gögnin fyrir þennan fund og maður bara veltir sig fyrir virkilega verið að ætlast til þess að þeir sem koma með viðaukatillögur við þessa áætlun að þeir hefðu átt að vera tilbúin að gera það sem sagt áður en þeir fengu gögnin, áður en þeir fengu þessi drög í hendur á föstudaginn.
Mér finnst það vera mjög skrítið og líka þau rök að eins og mér finnst borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson gefið skyn að það að Sjálfstæðisflokkurinn ætti fulltrúi í borgarráði þar sem þetta hefur verið rætt og líka í viðkomandi starfshópi, að það einhvern veginn, mér finnst að gefið skyn að það einhvern veginn tæki af okkur möguleikana, tæki af borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins réttinn á að flytja sig líka tillögu, að þeir geta allavega ekki ætlast til þess að það er fjallað um hana með venjulegum hætti. Og hann talaði um þess að það veri bara sérstök náð að tillagan hefur verið tekið hérna á fundi, gaf jafnvel skyn að bara það hefði alveg sem átt bara hafninni vísunandi í hafsauga. Þetta finnst mér nú ekki lýsa mikilli virðingu fyrir þeirri lýðræðislegu samkundu sem borgarstjórn á að vera og virkilega svona gefur okkur sjálfstæðismönnum eða fulltrúum minnihlutans tilefni til þess að hugleiða hvort að við eigum að breyta okkar vinnulagi ef þetta er það sem meirihlutinn virkilega telur. Gefur okkur tilefni til þess að vera að endurhugsa hvort við eigum virkilega að vera að skipa fulltrúa til dæmis í starfshópa. Ef að það er litið svo á að með því að skipa fulltrúi í starfshóp þá séum við að gefa frá sér ykkur réttindi til að flytja tillögur síðar í vinnsluferlinu, hinu lýðræðislega vinnsluferli. Og eins með borgarráð, maður veldur í fyrir sér að ef plögg eins og þessi komin í borgarráð og þar hefur við fulltrúa, það taki réttinn frá öðrum fulltrúum viðkomandi flokk sem sitja ekki í borgarráði, réttinn á að koma með slíkar ábendingar eða tillögur seinna í ferlinu. Það gefur okkur þá tilefni til þess að verta fyrir okkur hlutverki borgarráðs og hvort að það sé kannski rétt að þegar öll slík mál fari í gegnum borgarráð þá komum við með einhverja staðlaða bókun það að við áskilum okkur rétt til að koma fram í tillögur síðar í ferlinu. En auðvitað væri það fáránlegt vegna þess að í þessu hingað til hefur litið svo á þessum lýðræðislega vettvangi sem borgarstjórn að menn geti komið með tillögur alls staðar í ferlinu, bæði fyrst og síðast. Og þeir sem telja annað og vilja kannski sveigja vinnubrögð borgarstjórnar frá því sem verið hefur áratugum saman í það sem borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson var að lýsa, það gefur mér tilefni til þess að ætla hvort að hann eða þeir sem fulltrúar meirihlutans, þeir telja að borgarstjórnarfundir eigi að vera bara eitthvað svona sýndamennska, eigi að vera eitthvað skrautsýning, það sem sé búið að ákveða allt fyrirfram og skipulagning borgarstjórnarfundarins gangi út af það fyrst og fremst að koma í veg fyrir að nokkrar óvæntar uppákomu verði eða nokkrar nýjar tillögur komið fram. Þá er þetta ekki borgarstjórn eins og ég þekkt hana, þá er þetta bara eitthvað skrautsýning og þá var ég fyrst hægt að tala leikrit ágætu borgarfulltrúar ef það má ekki koma með tillögur hérna á þessum staði í ferlinu. Og til dæmis bara, svo ég nefni eitt atriði, leið mér að tala um eitt atriði áætlunni. Til dæmis ég sé sko, þetta mjög góð áætlun, ég fer ekki ofan því, en til dæmis bara þegar að tala aðgerðir þá sé ég, mér finnst Úlfarsárdalur svolítið vera skilinn eftir, það eru gerðar tengingar að Úlfarsárdal, mér finnst algjörlega vanta tengingar í kringum íbúðasvæði í Úlfarsárdal og í gegnum það, íbúðum þess til hagsbóta, geri athugasemd við það hér og ég held að veri fínt til þess að ef okkar tillaga væri samþykkt sem ég vonu þetta meirihlutinn sjá að þessu geri, þá væri hægt að vísa í þá tillögu þegar í sjálfri vinnunni og óskipti því að þetta nýjasta íbúðahverfi borgarinnar fái beina tengingu við hjólreiðakerfið. Nefni þetta bara sem eitt dæmi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og við byrjum á Kristínu Soffíu Jónsdóttur, borgarfulltrúa. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Já, takk fyrir þessi yfirferð borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Þú eiginlega sannfærði mig enn betur en hversu vond þessi tillaga er. Mér finnst hjákátlegt að ætla að klína viðbrögð minnum við tillögun á það að þú sért í Sjálfstæðisflokknum. Ég minna á það að við erum að byggja þessa endurskoðuðu hjólreiðaáætlun á þá hjólreiðaáætlun sem Gísli Marteinn Baldursson, fyrrverandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, leiddi og það hefur alltaf verið mjög pólitísk sátt um þetta. Þú minnist á að þessi setning hafi verið til staðar áður en að ný hjólreiðaáætlun tók gildi 2010. Þetta var svo stefna sem borgin hafði í lagningu hjólastíga, þannig má segja að þetta hafi verið það sem var til áður en að hjólreiðaáætlunin tók við. Þú segir sérstaklega að það væri fínt að skoða í hvert skipti við endurgerð gatna hvar sé besta leiðin í gegnum hverfi og hvar ætti að leggja hjólastíga. Það er hjólreiðaáætlunin. Það var vinnan við hjólreiðaáætlunina, að kortleggja hvar ætti að leggja hjólastíga. Þannig að við færum ekki í það að endurskoða í hvert einasta skipti sem við endurgerðum einhverja götu. Og einnig sagðirðu, auðvitað á ekkert að setja hjólastíga allstaðar. Ef þú skoðar tillögunni þína, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, það stendur bara að það eigi að leggja hjólastíga ef aðstæður leyfa, punktur. Það stendur ekkert annað.
Þannig að ef þú ætlaðir þér eitthvað annað með þessari tillögu, að hugsanlega að ætti að skoða frekari lagningu hjólastíga út frá einhverjum allskyns mælikvörðum og hugsanlega bæta við hjólreiðaáætlun, þá það ekki sem tillögin segir. Tillögin segir einfaldlega leggja skal hjólastíga það sem þeir komast fyrir. Punktur. Hjólreiðaáætlunin margra mánaða vinna sem byggir á hinn hjólreiðaáætlun sem skilgreini hvar eru rétt að leiða gegnum hverfin. Við erum ekki fara að gera það í hvert eina skipt sem endurnýjum gangstétt. Mér fannst bara vera mjög þolinmóð og skilningsrík að vísa þessu inn í öskið, mér finnst það vond tillaga. Þannig að, og það hefur ekkert með það að gera hvaðan tillagan kemur, hún bara einfaldlega vond. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvari. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, eins og ég útskýrir áðan, það get ekki alveg fallist á að það sé mjög skilningsrík og þolinmóð afgreiðsla eins og borgarfulltrúinn hér á undan mér gaf í skynað væri. Og ég fer ekki ofan á því að þessi tillaga er til bóta. Mér finnst leiðilegt að borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir skuli segja að hún sé arfa slæm og sé ný hjólreiðaáætlun. Ég vísa því aftur á bug og bara endurteka hér í stefnumörkum frá borgarstjórn sem borgarstjórn samþykkti einróma á sínum tíma. Þar var mjög svipuð setning án þess að nokkur túlkaði með þeim hætti sem borgarfulltrúinn gerir. Ég var viðstaddur fundi þar sem var farið yfir það hvar var hægt að koma þessari tillögu í framkvæmd og þar voru aðstæður túlkaðar bara með við aðstæður á viðkomandi hverfi, viðkomandi götu og oft var það til dæmis nefnt að það var erfitt að koma þessu við í ákveðnu götum vegna þess að það þurfti að taka öll bílastæðin úr götunni. Þá var það metið svo að þær aðstæður leyfðu það ekki því að borgin er ekki með það á stefnuskrá sinni að eyða bílastæðum úr heilu götunum og þannig skildu menn þetta nú. Nú ef þetta stendur í borgarfulltrúanum að þetta orðalag, þá er þetta ekkert mál að finna eitthvað annað orðalag. En mér segir nú svo hugur að það sé ekki það sem liggja að baki andstöðu Kristínar Soffíu Jónsdóttur við þessa tillögu og jafnvel fleiri úr þessum meirihluta. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, það er akkúrat orðalagið sem stendur í mér, af því mér finnst þetta orðalag segja ekki neitt, nema það við ættum að leggja hjólastíg allstaðar. Ég fór yfir það mjög skýrt áðan. Þar leiðandi finnst mér inntak tillögunnar vera óskýrt og ekki heima og þess vegna aftur tel ég eina góða leiðinni var að vísa þetta inn til usksins. Ég held að það væri mjög slæmt ef við samþykktum tillögu með svona óskýrt orðalag. Þóttum sig ekki með ein setning, þá getum við rifist hér í 20-30 mínútur hvað þessi setning þýðir í raun og veru. Segir allt sem segja þarf þessa tillögu. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá hefur hún lokið við að veita andsvar og þá komið að borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssyni að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú umræðan hefur dregist talsvert á langinn tillögu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar og það mér hefur bent á áðan ég hefði borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Kjartans Magnússonar sem ég rangfeðraði áðan og ég biðst afsökunar því. En ég verð að segja að mér fannst borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Kjartan Magnússon setja sig í dálítið dramatískar stellingar. Hann talaði frelsi borgarfulltrúa til að koma fram með tillögur. Er það frelsi ekki virt af þessum fundi? Kom ekki borgarfulltrúin Kjartan Magnússon með tillögu og var hún ekki tekin til afgreiðslu? Og getur ekki verið þannig að aðrir borgarfulltrúar en Kjartan Magnússon hafi rétt til þess að vera annarar skoðunar en borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Kjartan Magnússon. Að þeir hafi aðra skoðun á því hvort það sé rétt að taka þetta með engum fyrirvara, dálítið loðnasetningu inn í áætlunina og að þeir hafa það skoðun þessi farsælla að vísa þessu til hins eiginlega fagsviðs. Geta það ekki verið góð og gild rök
og hafa þeir borgarfulltrúar ekki fullt frelsi til þess að halda því fram og greiða þó því atkvæði án þess að eiga hættu að vera sakaður valdníðslu. Þannig að þessi umræða komin út í dálítið skrýtnar víddir, verði ég að segja. Og þannig að ég bara ítreka þessa tillögu mína málsmeðferð og held að það sé langbest að hafa það verklag. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið að veita andsvar og þá andsvörum lokið og næsta mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, virðulegu borgarfulltrúar, ég ætlaði að fá að koma hér upp og þakka vinnuhópnum eins og gert hefur verið hér oft fyrir þess að metnaðarfullu og aðgengulegu áætlun. Hún auðveld lestrar og maður fyllist bjartsýni við að lesa hana. Ég ætla hins vegar alls ekki að taka þátt í þessari umræðu þessa tillögu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, heldur fá kannski aðeins að tala meira það mál sem mér mjög hugleikið sem lýðheilsa. Við höfum talað heilsueflingu og lýðheilsu hér í vetur, eða fyrra vetur og þessu ári og á þessu ári hefur verið sérstök áhersla á heilsueflingu á bæði velferðarsviði og skóla- og frístundasviði. Bæði þá með áherslu á heilsueflingu meðal starfsmanna og okkar skjólstæðinga, hvort sem það eru skjólstæðingar á velferðarsviði eða börn í skóla- og frístundastarfi. Og þessi hjólreiðaáætlun virkilega mikilvægt innlegg inn í það starf. Við sem höfum verið í stýrihóp vegna sem vinnur að því að allar starfsstöðvar skóla- og frístundasviðs séu heilsueflandi, höfum reynilega beðið eftir því að sjá þessa hjólreiðaáætlun og af því að hún hefur mjög mikilvægt hlutverk þarna inni. Mér líst virkilega vel að það verði farið í átak til þess að fjölga þeim sem hjóla í skóla- og frístundastarf og mjög spennt fyrir það að fá kynna mér hennan Traffic Snake Game, ég er búin að googla hann, það hljómar mjög spennandi, sem nefndur í hjólreiðaáætluninni. En ég held að sé mjög gott, eins og fram kemur í hjólreiðaáætluninni, að gera það, að fara í þessa hvatningu í kjölfar þess að þegar það búið að fjölga hjólreiðastæðum við grunnskólana og þegar það búið að kortleggja svolítið öryggi í kringum skólana. Við vitum það að bílaumferð í kringum skólana í Reykjavík vandamál og skapar hættu fyrir þá hin börnin, þau sem eru ekki keyrð í skólan. Og því held ég að það sé mjög mikilvægt að koma þeim upplýsingum sem meðal annars komið fram í ræðu borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar hér áðan, að það mikilvægt fyrir börnin að við venjum þau á að ganga eða hjóla í skólan fyrir þeirra heilsu og fyrir þeirra nám, því þeim gengur hreinlega betur að læra ef þau hafa gengið eða hjólað eða hreyft sig að morgni. Og við stuðum auðvitað líka með því að auka hjólreiðar í Reykjavík, þá stuðum við að bættum loftgæðum og það nú eitthvað sem við höfum rætt hér heldur betur í borgarstjórn og íbúar í Reykjavík hafa mikinn áhuga á og við að sjálfsögðu. Og mér finnst það líka áhugaverður punktur sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á, við aukum þá öryggi jafnvel þeirra sem eru nú þegar að hjóla með því að fjölga þeim sem hjóla. Þannig að ég held að við hljótum að geta verið saman það að þetta ekki eitthvað gæluverkefni eða eitthvað sem skiptir ekki miklu máli, því að það skiptir auðvitað mjög miklu máli að við hér í borgarstjórn borgarbúum heilnæmt og heilsueflandi umhverfi. Og ég held að þessi hjólreiðaáætlun sé bara mjög mikilvægur liður í því að við gerum það og bara eitt af þeim mikilvæga verkefnum sem við eigum að sinna hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs nema hv. borgarstjóri sem tekur nú til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að taka undir orð raunar allra í umræðinu og þakka stýrihópnum, þakka Landssamtökum hjólreiðamanna og öllum sem hafa lagt gott til þessa vinnu. Við erum kannski ekki að gera eins dramatíska breytingar eins og þegar við vorum að innleiða fyrstu hjólreiðaáætlunnar
En þó held ég að við séum að stíga býsna merkileg skref. Við erum að lyfta hjólreiðum meira, gera það sýnilegri, aðgengilegri og betri fyrir fleiri. Það er með áherslu á stóra vinnustaði eins og skóla og öðrum áherslum í áætlunni. Ég held að hún verði mjög til bóta og það skiptir mjög miklu máli að við séum að endurskoða hana núna vegna þess að aðalskipulagið setur okkur metnaðarfull markmið sem við höfum öll mikið undir að náist og ég hef fulla trú að framfylgd hjólreiðaáætlunarinnar muni tryggja það. Það er alveg rétt sem að hér hefur komið fram á hverju ári er fyrirvari fjárhagsáætlun og þessi forgangsröðun er eitthvað sem við þurfum að ræða í tengslum við það. Við höfum sett að jafna á hverju ári 3,7 milljarða í leigu, rekstur og umhirðu gatnakerfisins. Þetta hefur verið að bætast við og er góð viðbót en við munum auðvitað fjalla þessi mál á næstunni og ég held að við eigum mjög mikið undir því, ekki bara þeir sem hjóla, ekki bara þeir sem ganga, heldur líka þeir sem keyra og nota strætó, að þessum samgöngum átt að verði vel sinnt í samræmi við þessa áætlun sem er styð heilsugar. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og við göngum til atkvæða hjólreiðaáætlun. Við skulum fá fólk í salinn. Já. Hér er allir komnir í salinn og við byrjum á að greiða atkvæði málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar breytingartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þau sem að samþykkja að þeirri tillögu verði vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til meðferðar gefumerki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá göngum við til atkvæða hjólreiðaáætlun fyrir árin 2015 til 2020. Þau sem að samþykkja hana gefumerki. Þau sem á móti kunna vera, hún er samþykkt með 14 greiddum atkvæðum. Næst göngum við til umræðu